Hjólið. Þótt það blasi ekki við fyrstu sýn, þá eiga hjólið og vogarstöngin margt sameiginlegt. Það tiltölulega auðvelt að snúa hjóli ef maður grípur utarlega í það og snýr, og að sama skapi ótrúlega erfitt ef maður er mjög nálægt miðju þess eða öxli. En að sama skapi má með því að velja hvar kraftinum er beitt á hjólið annaðhvort minnka kraftinn sem þarf til eða auka vegalengdina sem kraftinum er beitt. Þannig er til dæmis hringurinn sem fætur hjólreiðamannsins snúa petulunum miklu minni en hringurinn sem hjólin sjálf snúast á sama tíma. Dæmi uppfinningar sem nýta sér þessa eiginleika hjólsins og beita frekar litlum krafti á stórt svæði og auka hann þannig eru skrújárn, stýri á bíl, hurðarhúnar, borvélar, tangir og vatnskranar. Þetta má auðvitað sannreyna með því að taka skrújárn og halda mjórri endan á meðan einhver annar reynir að snúa því. Það er útilokað fyrir flesta að ná að beita þeim krafti á mjórri endan á skrújárni sem auðveldlega er hægt að framleiða með því að snúa breiðar endan. Þetta vita líka þeir sem hafa lent í því að hurðarhúll losni af hurð og þeirra var reynt að snúa járninu sem er fyrir innan með fingrunum.